Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Það sumarblíða hérna á Héraði í dag og hefur verið undanfarna daga, sannkallaður sumarauki. Það eina sem skemmir fyrir, það eru eiturgufur sem hafa lagt hér yfir undanfarna daga og þessar gufur eru komnar frá eldsumbrotunum í Holuhrauni. Þetta minnir á söguna eins og gerðist til dæmis 1875 þegar lagðist yfir askan Dimm. Við vonum í lengstu lög að sagan frá 1875 endurtaki sig ekki. Úr því á annað borð þurfti að gjósa í Holuhrauni þá hefði þetta ekki getað verið meinlausara. Samtök sveitarfélagana 8 á Austurlandi halda aðalfund sinn í lok vikunnar. Valdimar Hermannsson hefur verið stjórnarformaður þar undanfarin 4 ár og í stjórninni í 5 ár. Hann lætur af formennsku núna og fer úr stjórn, það bara samkvæmt reglugerðinni. En ég spurði Valdimar hvort sveitarfélögin á Austurlandi væru fremur í sókn heldur en vörn. Sem betur við getið sett að í heildina erum við í sókn. Það fjölgun í flestum sveitarfélögum, bæði stærri og smærri. Það þó vandi í ákveðnum minni sveitarfélögum sem hefur verið reynt að tækla með aðstoð bæði sambandssveitarfélaga, Austurbrúar og Byggðastofnunar og þannig það ekkert launungarmál en í heildina eru sveitarfélögin í sókn og landslutin í heild. Maður veltir í aðeins fyrir sér, eru íbúar á Austurlandi ekki nema rétt 11.000, sveitarfélögin 8. Væri ekki ástæða til þess að fækka sveitarfélögunum til þess að fá upp sterkari einingar? Jú, svo umræða hefur verið tekin síðast 2010 og þá samþykktu sveitarfélögin ekki að gera það á þeim vettvangi af því að til þess að það sé grundvöllur fyrir því þyrfti að bæta samgöngur. Og það eina hindrun sem hamlar því að sveitarfélög geta unnið meira saman. Síðan þá eru Norðfjarðargöng farin af stað, það verið að undirbúa og vonandi vinna að samgöngubótum til Seyðisfjarðar. Og vegirnir að batna eitthvað en menn telja það algjörlega forsendu fyrir því að tengja saman miðsvæðið til þess að sveitarfélögin geta unnið meira saman en við eigum miklu meira sameiginlegt heldur en hitt. Og þetta líka bara spurning meira heldur en ekki hvort heldur hvenær verður aukin sameining á sveitarfélögum á Austurlandi. Annaðhvort í heild eða í minni pörtum. Er það þitt mat að það þyrfti að gerast til þess að styrkja svæðið? Já, ég sammála því á landsvísu þyrftu sveitarfélögin að fara úr 74 í jafnvel svona 25. Ég vil kannski ekki ganga lengra en það þyrfti að gera það með svona einhverjum áþreifanlegum hætti. Til þess að styrkja sveitarfélögin sjálf og þetta stig hins opinbera, þetta hitt stjórnsýslustigið og við erum að kalla eftir auknum verkefni frá ríkinu og auknum völdum heim í hérað. En að meðan við erum svona dreifð og svona mörg og smá þá geta svo mörg sveitarfélög ekki tekið við verkefni frá ríkinu. Á undanförnum árum hefur verið gert átak í umhverfismálum í flestum þéttbýlisstöðum í Fjarðabyggð og hér blómstrar allt eins og við sjáum í beðunum hér komin miður september. Ég spurði Valdimar hvort það gæti verið að austfirskar byggðir gætu blómstrað betur ef þær næðu meiri sameiningu og sveitarfélögunum 8 til dæmis yrði fækkað jafnvel niður í 2. Við vorum áður 3 svæði innan samband sveitarfélaga. Við erum núna 2 svæði sem þá norðursvæði og suðursvæði og það mætti alveg hugsa sér að byrja með þeim hætti að þetta séu þá 2 sveitarfélög sem myndu vinna náið saman og síðan geta orðið 1. En aftur eru forsendur bætta samgöngur og þá bæði með jarðgöngum og bættum vegum hér á milli fjarða. Hefur það komið fram í umræðinu að það kannski ekki alveg sömu áherslur milli sveitarfélaga og forgangsröðum varðandi framkvæmdir sem að ríkið kemur að. Hefur sundurlyndi á svæðinu, hefur það veikt ykkar stöðu? Já, sumir segja það og við erum náttúrulega ekki sammála allt og það til dæmis má horfa á eins og með sjávarútvegsmál ekki mikið fjallað á fundum samband sveitarfélaga þar sem það ólíkt á milli sveitarfélaga. Sama má segja samgöngur, það eru mismunandi áherslur milli svæðana forgangsröðun í samgöngumálum en það allir sammála með það að þau þurfa að bæta samgöngur og þá þetta bara spurning að fá einhver óhagaaðila sem að gera til þess bærir að meta forgangsröðun í því. Og það sé ekki einstaka sveitarstjórnarmanna að segja hvort að göng eigi að liggja meira svona eða svona eða hvort að vegurinn á að vera þar eða hér. Það eru til sérfræðingar á þessu sviði sem að geta metið þetta en vissulega eigum við að koma með óskirnar hvað við viljum sjá. Og þó við séum ekki alveg sammála það þá er meira sem sameinar okkur heldur en sundrar.
Nú ertu búin að vera í stjórninni hjá Samtökum sveitarfélaga á Austurlandi í 5 ár. Finnst þér að þið séuð að ná takti? Eruð þið að nálgast það markmið að vera svolítið samstíga? Já, ég vil meina það og það sem þetta er svona miklu færri atriði sem man greinir á milli svæða, milli einstakra sveitarfélaga. Þetta var stóra áfangi til dæmis, formlegt samstarf Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar til þess að geta boðið í þjónustu við olíuleitina á Drekasvæðinu. Það mun öll sveitarfélög á Austurlandi njóta góðs af því ef og þegar það verður að veruleika, sem er meira spurning hvenær heldur hvort. Og þannig eru bara stærri sveitarfélögin að ganga undan, taka á sig kostnað og áhættu við kynninguna og undirbúninginn, en það mun öll sveitarfélög njóta góðs af því þegar þar kemur. Og þannig að ég finn líka fyrir því að hinn svokallaði hrepparígur, hann er á undanhaldi sem betur fer og vegna þess að hann hefur tafið mörg framfaramál á Austurlandi. Austurbrú er byggðasamlag sem komið var á fót fyrir nokkrum árum og menn voru bjartsýnir þegar ýtt var úr vör. Þarna var að verið að skapa samstarfsvettvang fyrir sveitarfélögin á Austurlandi. Ýmislegt hefur gengið vel en annað miður. Sennilega er brekkan brattari sem mætti þessari starfsemi en stjórnendur reiknuðu með. En eru menn komnir upp brekkuna? Já, við erum svona að klára þá brekku. Við ákveðum á ársfundinum núna í vor, meðal annars í ljósi framkvæmdastjóraskipta og svona ákveðið komið 2 ára reynsla. Það má segja að það sé komið kjörtímabil á Austurbrú. Við vorum 2 ár með verkefnastjórn í undirbúningnum. Það eru liðin þá rösklega 2 ár síðan Austurbrú var stofnuð. Þetta var mikið frumkvöðlastarf og ekki bara landsvísu heldur þó við að vera að leita að sameina stoðstofnanir og vinna og það var alltaf markmið. Það átti ekki að vera ein starfsstöð, það átti að vera dreifsetning en þekkingin er til staðar, hugmyndafræðin er að virka og þetta er bara spurning að slípa þetta til sem hefur farið aflega þessi fyrstu 2 ár. Fyrr á árinu var sett á laggirnar fagleg starfsháttanefnd Austurbrúar til að gera úttekt á starfseminni og í framhaldinu að gera tillögur úrbætur og nýtt skipurit. Þær tillögur eru að berast sveitarstjórnarmönnum þessa vikuna og verða þær til umræðu og afgreiðslu á aðalfundi Austurbrúar í lok mánaðarins. Og það er ennþá mikil eftirvænting til stofnunarinnar og við finnum það bæði innan svæðis og í stjórnkerfinu. Og ríkisvaldið og stofnanir þess hefur virkilega kallað eftir því að hafa einn öflugan málsvara í landsfjórðungnum sem hefur stjórnsýslu og burði til að taka við verkefnum, vinna rannsóknir, vinna faglega í hinum ýmsum málum og sveitarstjórnarstigið sem landshlutasamtök sem eru til samkvæmt sveitarstjórnarlögum, þeim hefur líka vantað þessa öfluga stjórnsýslu sér við hlið eða í sína vébanda til þess að vinna verkefnin, þurfi ekki að kaupa það frá ráðgjöfum eða öðrum innan eða utan svæðis. Norðurbrú hefur tekið að sér margvísleg verkefni sem áður voru unnin í öðrum byggðarlögum, oftast í höfuðborginni. Þar að auki hefur verið uppgangur í sjávarútvegi víðast hvar á Austurlandi þó það sé því miður ekki undantekningarlaust. Til viðbótar þessu kemur vöxtur í ferðaþjónustu og það fer heldur ekki á milli mála að álverið í Fjarðabyggð hefur skapað ný störf, auknar tekjur og hagvöxt á Austurlandi. Allir þessi þættir hafa leitt til þess að unga fólkið, ekki síst ungt fólk af Austurlandi, leitar í auknu mæli austur að loknu námi. Eftir tilkomu álversins þá var svolítið kallað eftir fleiri og fjölbreyttari vinnu, meðal annars vinnu fyrir konur, menntaðar konur sem með fjölbreyttum hætti. Það er vissulega vinna í álverinu líka fjölbreytt störf en þarna er að koma fjölbreytni af sérfræðistörfum og líka hefur atvinnulífið verið að kalla eftir því að það sé svona vettvangur fyrir sérfræðimennta fólk sem geta þó unnið og stutt við nýjungar í atvinnugreinunum. Og eitt af því sem við erum að læra í þessari endurskoðun Austurbrúar að við þurfum að tengja stoðstofnunina meira við atvinnulífið sem vissulega þeim vantar svona þjónustu, faglega þjónustu við sína starfsemi án þess að við séum eitthvað háður þeim fjárhagslega. Og þetta er vísun til annarra landa eins og til Noregs að þar er atvinnulífið yfirleitt beinn þátttakandi og stuðningsaðili í svona stofnunum og ætlast þess að þeir vinni faglega fyrir atvinnulífið meðal annars eins og fyrir ferðamálasamtök, fyrir mennta- og símenntunargeirann og fyrir menningargeirann og allt það sem við erum að gera og markaðsmálin. Sveitarfélögin 8 á Austurlandi eru misvel sett en með bættum samgöngum, aukinni samvinnu og jafnvel sameiningu sveitarfélaga ætti að vera hægt að jafna stöðuna að mati þeirra fagaðila sem fjallað hafa stöðu Austurlands. Það er því ástæða til bjartsýni á Austurlandi.
Jú, ég myndi segja það, verandi ekki Austfirðingur sjálfur, búin að vera hérna í 10 ár og kom meðal annars hérna út af uppbyggingunni og ég sé fjölmörg tækifæri og ég sé það ekki einn að sjá það margir, fjölmörg tækifæri fyrir Austurland sem að við eigum bæði eftir að gera og sem eru í okkar svona ranni og þess vegna alveg fullt tilefni til þess að vera bjartsýnn og horfa fram á veginn fyrir þennan landsluta. En við vissulega höfum okkar sérstöðu og það þarf að horfa til þess bæði inn á við og síðan út á við í samskiptum við ríkið. Ég fór inn á heiðar, á hreindýraveiðar, búm, 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 búm. Á albjörtum degi, illfæra vegi, búm, 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 búm. Ferlega blaut var mörg fúa mýrin, þá fann ég að síðustu veiðidýrin. Við ætlum að ræðast þetta inn í Jökuldalsheiðina. Ég sem sagt komin til heiða til hreindýraveiða. Og það sem að ég hef nú hvorki byssuleyfi né hreindýraleyfi, þá náttúrulega þurfti ég að fá góða veiðimenn með mér. Hérna nú ökutækið og ég ætla að hafa 3 feðga í för með mér. Það sem sagt strákurinn og svo það pabbi hans og svo verður pabbi hans líka með. Það sem sagt strákurinn, pabbinn og afinn. Og þetta allt saman þauluvanir veiðimenn nema líklega strákurinn. Hefur einn tíma farið á hreindýraveiðar áður? Já, ég fór með pappa í fyrra. Svona eitthvað veiði eðli í þér? Já, svolítið. Hvað ertu gamall? Ég 15. Þú sem sagt ekki búin að fá byssuleyfið ennþá? Nei. Ég hef nú grunum að þú hefur einhvern tíma fengið samt að skjóta? Já, alveg nokkur sinnum sko. Það svolítið spennandi? Já, svolítið. Þannig að þú ætlar að feta í fótspor afans og pappans? Já, ætla ekki. Það Umhverfisstofnun sem sér skipulag og eftirlit með hreindýraveiðum auk þess að fylgjast með framgangi hjarðarinnar. Þegar komið inn á starfsstöð stofnunarinnar á Egilsstöðum mætir manni að sjálfsögðu stór og myndalegur hreindýrstarfur. Jóhann Guttormur Gunnarsson ber hita og þunga af veiðieftirlitinu en hann segist þó ekki hafa skotið þennan tarf. Það hafði einhver veiðimaður verið svo óheppinn að kúlubrót fór í þennan án þess að tækist eftir og hann var svona sofna, milli þúfna hér norður í Laxárdal og ég let fellan fyrir Umhverfisstofnun og af því að hausinn var svona dálítið glæsilegur þá let ég nú stoppa hann upp að mér þótti tilhlýðilegt að stofnun nætti hér einn uppstoppaðan haus. Ég fór inn á heiðar, á hreindýraveiðar, búm, 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 búm. Hefur það grunum að sé einhver dýr einhversstaðar? Já, það örugglega ekki langt í þau sko. Við þurfum bara að fara hérna upp á svo kallar Sænindafell, það fínt að kíkja þar yfir. Þá aldrei við tannum við sjáum eitthvað snuðt. Ertu búin að ná einhverjum dýrum í haust? Sér þetta dökka? Ég ekki búin að sækja 9 dýr. Á svæði 1 og 2 í ár. Það nú yfirleitt svona, ég fer yfirleitt ekki með fleiri ári. Nei. Mér finnst þetta, ég var alveg hægt að eyða öllu haustun í þetta en ég vil ekki gera þetta kvöð. Ég vil svona, reyna að hafa færri en góða túra. Ólafur Gauti tekur að sér að fara með veiðimenn til veiða því allir verða að hafa með sér löggiltan leiðsögumann. Hér eru nokkrar svipmyndir úr hans veiðiferðum. Það mikil ásókn í veiðileyfin og það hefur farið í vöxt að þeir sem fá leyfi nýta þau ekki en skila þeim inn. Stundum svo stuttum fyrirvara að ekki gefst tími til þess að fara á biðlistan og gefa öðrum kost á því að nýta sér leyfin. Já, það alltaf dálítið það að það komi leyfi tilbaka og ef við tökum bara þetta ár sem núna, eða þetta veiðtímabil sem núna að þá þegar menn áttu að skila skotprófum og klára borga sem einn daginn 1. júlí, að þá komu tilbaka í okkar hendur ríflega 300 leyfi sem við þá fórum í það að útluta á biðlistana svokölluðu sem verða til með þeim nöfnum sem að ekki fá útlutað í febrúar og það enn svona eitthvað eftir að koma út af leyfum eins og svo hefur bæst aðeins við hjá þeim sem hafa skilað inn eftir að veiðitímabilið hófst. Og þetta svona, mér finnst þetta orðið svona fullmikið að það þurfum við að kannski endur útluta fjórðungi leyfanna, kannski oftar en einu sinni. Ég reyndi hjá Steini að liggja í leyni, búm, 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 búm.
skynsamlegt væri að skríða í færi, búm, 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 búm. Ég hafði vellandi veið í huga og veltist skorninga eins og fluga. Er þetta svolítið gaman að þessu? Er þetta svolítið spennandi? Þetta gríðarlega spennandi og líka að maður næra að láta veiðimannin upplifa náttúruna og veiðina við að fella dýrið og að skynja þetta allt saman og hann fari sáttur heim og þá er ég mjög sáttur. Hvað er hlutverk leiðsögumannsins sem veiðimannunum er skylt að hafa með sér? Já, maður þarf náttúrulega að þekkja landið og svæðin og þekkja náttúrulega dýrin. Kyngreina þetta rétt, þannig að maður fellir nú rétt dýr. Svo er náttúrulega ýmislegt í kringum þetta. Jú, þú þarft að náttúrulega lesa landið og allt það. Þannig að það er hellingsstarf. Hvað finnst þér þessar reglur? Þetta er svolítið flókið regluverk. Menn þurfa að sækja svo fá menn leyfi, svo þurfa menn að fara í skotpróf og svo framvegis og framvegis. Er þetta ekki að verða svolítið flókið regluverk? Jó, þetta er svolítið flókið en ég meina þetta er náttúrulega bara að vinna eins og gengur og gerist og það er ekki tætt að þetta er svona eiginlega mesta sanngirnin í þessu, þetta sé svona lotterí. Ég held að það sé ekki allir sem að vilja stunda veiðar hreindýraveiðar á hverju einasta ári. Þetta er dýrt að koma austur og að veiða og ég meina að þetta kostar allt. Ég held að sé nú bara mjög nauðsynlegt að þetta sé í nokkuð föstum skorðum. Og ég til dæmis hef heyrt það á máli manna að þetta skotpróf sé alveg að sýna það að menn komi betur undirbúnir til veiðana. Þeir eru búnir að fara yfir sín vopn og hitta betur. Nú, svo er þetta náttúrulega allt saman, eins og þú segir, bundið ákveðnum reglum og menn þurfa að vera með gilt veiðikort og menn þurfa að vera með leyfi til að nota stór skotvopn og annars færð þú ekkert að komast í gegnum þessar síur. Þetta er öðruvísi heldur en var hér í gamla daga þegar menn veitu sér til matar. Skotprófin þegar þau komu, mér varst þau bara meira áttar. Maður er að fá miklu æðari menn og menn sem þekkja vopnin sín og ég tel þau að hinu góða sko. Hvað varst þú gamall þegar þú byrjaðir að handleika vopn? Nú alltaf ég þarf að segja frá því. Ég var svona svipað á strákunum bara, 14-15 ára. Mér finnst að það ætti að leyfa unglingur sem hafa áhuga á þessu að fara í fylgd með fullorðnum. Handleika skotvopn og umgangast þau rétt og ég tala nú ekki að umgangast veiðibráðina rétt. Það er hellingskunst að læðast að dýrum, læðast á rjúpu eða gæsi eða hreindýri og menn strákar sem að fá byssuleyfi tvítugt, þeir eru ekkert búnir að kunna náttúrulega ekki neitt og eru alltaf að finna upp hjólið í veiðum. Mér finnst að menn eigi að fá svona hálfgerðar æfingarakstur eins og í bílprófi. Að menn fái svona að fylgjast með og taka skot og þvílíkt. Alltaf heyrast það sögur af og til að dýr hafi verið felld utan veiðitíma. Þeir segja fyrir austan í slíkum tilvikum að dýrin hafi hlaupið fyrir skotið. Mér kemur það nú ekkert óvart þó að það gerist nú eitthvað en ég held að það sé nú ekki miklu mæli. Ég hef svo sé fleiri sem lenda fyrir bíl. En svo veit ég líka mætan mann sem skaut eitt sinn dýr í leyfisleysi utan veiðitíma. Þetta var á fengitímanum en þá geta tarfarnir verið viðkvæmir og árásargjarnir. Dýrið kom vaðanda manninum sem var á rjúpnaveiðum og hann átti ekki annan kost í stöðunni en að skjóta dýrið í sjálfsvörn þó hann hefði ekkert leyfi til þess. Jú, það er alveg rétt. Ég varð að gera eitthvað, ég mætti því. Þannig að annarkvort ykkar varð að falla, þú eða dýrið? Já, allir það ekki. Það held ég þetta hann að vera fljótræði, sko. En þú varst ekki á hreindýraveiðum? Nei, ég var á rjúpnaveiðum. Þannig að dýrið hefur nánast bara hlaupið í ógátu fyrir byssuna þess? Já, þetta var voðaskot. Ég var inn á heiðum, á hreindýraveiðum, búm, 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 búm. Auðvitað ég var að nýta það sem landi býður upp á. Og ég tala nú ekki að
útivistina og hreyfinguna og allt sem þessu fylgir. Þetta bara, og það öllum hollt að ná að veiða og slaka á í náttúrunni og njóta þess. En þú ert búin að fara margar ferðir sem leiðsögumaður. Núna ætlum við að reyna að finna dýr sem að þú hefur leyfi fyrir og þá þarf þú að fá leiðsögumann. Já, þá nú nærtækast að hringja í föður minn. Ég fór með hann daginn og hann var að gæta þá líka yngsta bróður minn. Já, við svona leiðsegjum hvor öðrum. Hann var búinn að leiðsegja mér í sumar. Og þá náður þú stórum tarfi? Já, ég náði mjög stórum tarfi þá. Bara gekk vel. Nema að koma honum heim. Það var erfitt. Hvað lagði hann sig á? Já, 137 kíló skrokkurinn. Bara kjötið? Já, bara kjötið. Þannig að hann hefur verið yfir 150 kíló á velli? Hann hefur verið meira, hann hefur verið 170-80. Heimilt var að veiða 1277 dýr á veiðitímabilinu, þar af 620 tarfa, en síðasti dagurinn til tarfaveiða var í gær. Nú ljóst að ekki tókst að veiða upp í tarfakvótan, það sluppu einir 10 tarfar og það stefnir í að mun fleiri kýr fái lífgjöf en síðasti veiðudagur á kýrnar á laugardaginn. Já, veiðar hafa gengið held ég bara mjög vel. Það náttúrulega búið að vera, finnst mér einmuna gott veður til veiða, sérstaklega nú síðustu vikurnar. Þetta verið svona sumarauki og verið óvenju lítið það að svæðið hafi lokast vegna þokudaga. Þessi reynsla í haust gæti leitt til þess að á næsta ári verði veiðileyfin tímabundin, það hverjum veiðimanni verður gert að veiða sitt dýr á ákveðnum tíma. Slíkt fyrirkomulag kemur til með að létta skipulag veiðana og gæti komið í veg fyrir örtröð á veiðisvæðum síðustu veiðidagana. Einnig gæfist meira svigrúm til þess að framselja veiðileyfi til þeirra fjölmörgu sem eru á biðlista hverju sinni. Mér fannst menn vera svona frekar seinir á stað. Það hefði verið hægt að nota fyrir hluta veiðitímans betur. Þannig að menn nú eru að lenda svona helgarnar í svona leiðinlegri veiðiaðstöðum. þar sem að margir menn safnast saman og bíða eftir að komast í hjarðir. Jæja, þá ég komin upp á Sænautafell og hérðan nú aldeilis útsýnið. Ég komin í það bil 700 metra hæð. Við sjáum hérna inn á Öræfin og sjáum eiturgufurnar sem leggur frá hrauninu eða eldstöðvunum í Holuhrauni. Nú, hérðan líka gott útsýni til að finna dýrin og við erum búin að finna hópinn. Ég ætla þetta sé ekki 100 dýr, liggja hérna í flóanum vesturundan eða norðurundan, eins og Austurríka segja reyndar. Og ef við horfum hérna hringinn og sjáum fjallarhringinn, þá sjáum við glöggt hérna mengunar mökkinn sem að leggur frá gosstofunum og Snæfellið, já, það svona rétt sést móta fyrir því í gosmekkinum eða brennisteinsmekkinum frá gosstofunum. En nú bara að nálgast hópinn hægt og rólega. Nú læðust við laut og gil og finnum okkur hreint. Langt var liðið, ég langt hafði skriðið, búm, 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 búm. Mér sýndist ég væri í sæmandi færi, búm, 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 búm. Jæja, hreindýrin láta nú stundum hafa örlítið fyrir sér. Það voru nefnilega fleiri sem höfðu áhuga á því að ná sér í dýr í dag heldur en bara við. Þess vegna kom nú svolítil styggð á hjörðina og hún skipti sér í tvennt og við ákváðum að fylgja öðrum hópnum hérna út með, já, eigum að segja Lindará eða Lónakílnum. Þetta ein og sama áin, ég veit ekki hvað hún heitir eftir samminninguna. En þegar ég kannaði Vígreifur valinn, þá verður andskotans tarfurinn galinn. Ég var inn á heiðum, á reyndýraveiðum, búm, 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 búm. En við fórum hérna út með fjallgarðinum og þar komust við í gott færi og, já, náttúrulega dýri sem Óli miðaði á, það steinlá. En þegar mér var að þrjóta kraftur, þá hneigtar svínið dauður aftur. Ég var inn á heiðum, á reyndýraveiðum, búm, 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 búm. Nú reika ég heima og reyni að gleyma, búm, búm. Jæja, hún hleypur ekki meira heiðarnar, þessi fallega kýr. Hún hefur sennilega verið bráðfeig. Það sést hérna á horninu að hún hefur orðið fyrir skoti, sennilega fyrir í morgun.
Ef til vill hefur einhver veiðimaður ekki hitt nógu vel og skotið hlaupið hér í hornið á þessu dýri. En við komumst í gott færi, færðum okkur hérna út með fjallgarðinum og skotið var nýtmiðað, fór hér inn í bóginn, beint inn í lungu og dýrið stein féll. Það þurfti ekki að kveljast. Svona eiga skot að vera, Óli, þú hlýtur að vera ánægður með þetta. Já, þetta tókst mjög vel, ég er mjög sáttur við þetta. Ég held að ég gæti að gera þetta betra. Ertu ekki ánægður með árangurinn? Jú, þetta tókst bara mjög vel. Steinlá velja. Stoltur á stráknum? Já, eins og á að vera. Hvað varst þú gamall þegar þú byrjaðir að munda byssu? Ég vil ekki segja þér það. 10 ára? Það gæti verið. Þetta var ekkert óalgengt hér í gamla daga að strákar á unga aldri fengu að handleika vopn. Nei, þetta var miklu frjálslegra þá. Hvað heldur þetta að sé hérna gamalt dýr? Hún er svona 4 ára, hvað svoleiðis, getur trúið. Mjög ljós, fínasti skrokkur, sko. Þetta verður gott í hátíðarmatinn. Hreindýrakjöt er alltaf gott. Er kannski kjötið af kúnum betra heldur en törfunum? Mér finnst ef að tarfarnir eru nóg þungir eða konur í vel yfir 100 kílóum þá finnst mér beljukjötið betra, sko. Það er mýkra og oft bragðsterkara. Og þá er bara eftir að koma fengnum heim. Já, nú sendum við gormanninn eftir hjólinu. Nú flytjum við þetta bara á hjólinu í maður bíl og svo upp á kerru og svo fyrir við heim og fláum. Og einmaturinn grafinn. Já, við gröfum hérna vömbina og skiljum ekkert eftir okkur. En er þetta alltaf jafn spennandi að fara til hreindýraveiða? Já, ég held að þetta sé hérna mikil upplifun fyrir menn og sérstaklega þegar menn eru að fara í fyrsta skipti. Nú, þetta er náttúrulega miserfitt eftir svæðum en ég held að tilhlökkunin og þessi allur undirbúningur sem fylgir þessu og fá svo þetta góða kjöt í kistuna sé eitthvað sem að gleymist ekkert svona þeim sem að gera þetta. Ég þol ekki heiðar, mér hreindýraveiðar, búm, 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 búm. Og þetta fór í mig þannig lagað, ég þol ekki kjöt nema niður sagað. Ég fór inn á heiðar, á hreindýraveiðar, búm, 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 búm.